Hvað finnst þér þá Geir og Davíð og þessar tókstreitu milli þeirra? Já, hún náttúrulega stórfurðulega að því leytinu til að ef við bara lítum alveg burtséð frá þessum persón erum við að tala á tvö embætti þannig að forsætisráðherra og svo seðlabankastjóra og ef við bara ímyndum okkur að við séum komin í einhvert annað land að þá þetta náttúrulega alveg óhugsandi. Ég held að þetta getur bara ekki gerst í neinu landinu á Íslandi og kannski má segja að það hafi einhvað með þessar persónur að gera en þetta náttúrulega getur ekki gengið og það getur heldur ekki gengið að helmingurinn af ríkisstjórninni sé svona þó hendur sínar af seðlabankastjóranum, bóka í ríkisstjórnum og vera með einhverjar æfingar í því efni. Ríkisstjórnin sem heild ber náttúrulega ábyrgð á seðlabankanum, hver sem seðlabankastjóri og menn komast ekkert undan því. Þannig að einhvern veginn verða menn að ná lending við þessu en ég fæ ekki síðan menn nái því alveg vegna þess að báðir leiðtogar stjórnarflokkana Geir Haarde og Ingibjörg Sólrún hafa svona gefið það í skyn að engar breytingar verði gerðar. Hvorki á ríkisstjórninni heldur þeim stofnunum sem við erum að tala Engar breytingar gerðar, nei. Já, það eru skilaboðið sem við höfum fengið. Já. Og ég fæ ekki alveg síðan að það einfaldlega haldi. Ef menn ætla að halda ríkisstjórninni áfram, þá verður menn að gera þessar breytingar og svona vinir ríkisstjórnarinnar getur við sagt. Tökum sem dæmi Alþýðusamband Íslands sem hefur komið mjög sterkt inn og sagt já, enga kosningar að vera, það slæmt, við ætlum að styðja ríkisstjórnina en þið verið að gera einhverja breytingar. Því að þeir náttúrulega vita hver hugur almennings Heimdallur sem nú mikil stöðnisaðili ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir. Þeir komu með ágætis uppskrift að þessu, hvernig þetta stokkaði þetta eins upp. Og báðir leiðtogar stjórnarflokkana hafa sem sagt slegið þetta á borðinu. Og þetta náttúrulega í samræmi kannski við íslenska stjórnmálahefð, dálítið. Þú talað klúbbastemmingu í stjórnmálunum, klúbbstemmingu? Já, það nú svona kannski stærra vandamál sem að var nú árum áður svona kenndi samtryggingu. Að þú ert svo sem ekkert að ráðast á ráðherra fyrir einhver afglöp eða þá að einhver í hans málaflokki hafi farið illa. Tökum sem dæmi bankamálin, bankakerfið hrynur, bankamálaráðherrann setur. Það auðvitað ekki sanngjarnt að segja að hann hafi orsakað hrunið. Það náttúrulega, þetta engum í hug. Það breytir engum það, þetta á hans málefnasviði, hann ber ábyrgð á málinu, pólitískt. Og pólitísk ábyrgð ekki lagaleg ábyrgð. Hún segir ekkert sekt. Hann ber bara ábyrgð á málinu. Og stjórnarandstaðan kann ekki heldur að fóta sig í þessu. Og ekki félagarnir heldur. Ekki félagarnir í flokknum. En stjórnarandstaðan, meinu öllum getur stjórnarandstaðan farið og lýst yfir vantrausti og einstakar ráðherra? Nei, stjórnarandstaðan sjálfsög getur það. En það nú ekki kannski neinn sérstaklega góða aðferð til að ræða það mál. En ég bara fylgjast með því hvað stjórnarandstaðan hefur verið að segja þetta mál. Þá hefur hún ekkert að vita að segja bankamálaráðherrann. Ekkert. Það bara vegna þess að hér engin hefð fyrir upplýstur umræðan þessa hluti og svo kemur bara ríkisstjórnin að segja við höfum ekki leita blórabögglum og sökudólgum og svo einhver orðaði nú daginn það ætti ekki að vera Núrbergréttarhöld yfir einstöku fólki. Þetta bara snýst ekkert það. Þetta bara pólitísk ábyrgð og svona hefðbundin kenning í því efni segir að ef einhvað fer vissfest á þínu sviði þá verði þeir sem ábyrgðina bera, forsætisráðherrann eða formaður þíns flokks að sjá til þess að þú víkir. Og alveg bursið frá því hvort þú hafi gert eitthvað saknæmt eða eitthvað. Það er... En þá eru menn eiginlega eins og menn bara skilji ekki hugtaki pólitíska ábyrgð. Nei, þeir skilja það ekki. Menn skilja ekki hugtaki pólitíska ábyrgð. Nei.